Já, komið sæl. Ég ætlaði að ég var í fyrsta lagi takk að kalla fyrir að vera boðin að tala við og ætla að gera mitt besta til að kynna fyrir ykkur niðurstöður úr rannsókn sem að ég og Sigurður Ólafsdóttir gerðum, könnun sem við höfum gert og könnunin fjallar hugmyndir Íslendinga ójöfnuð, réttlæti og tækifæri í íslensku samfélagi. Það sem að, auk þess að fjalla sín almennis á ójöfnuð og réttlæti, að þá erum við líka dálítið að spekulera í hvernig þjóðfélagsstaða fólks tengist líðan og réttlætisupplifun einstaklinga. Og ef ég ætla að byrja að hefja leikinn að því að kynna fyrir ykkur gögnin sem við erum að nota, að það er að ræða könnun sem hluti af alþjóðlegri könnun, svokallaði International Social Survey Program, og þetta er könnun sem að 49 lönd taka þátt í. Við erum búin að safna íslenska hlutagagnana, en við erum ekki ennþá að aðganga alþjóðlega hlutagagnana sem verður spennandi að sjá hvernig hugmyndir fólks í mismunandi löndum koma út í samantæði. En könnunin er viðtalskönnun, svo face-to-face survey, þar sem að spyrlar eru þjálfaðir og fara á vettvang í heiminni fólks og taka staðlað viðtöl við fólk heima. Við sendum spyrla í 948 heimahús á Íslandi og þetta er úrtak fullorðinna Íslendinga 18 ára og eldri. Og í könnuninni er 63% svarhlutfall og við erum að fara svolítið yfir það hvort að könnunin endurspegli þjóðina, hvað varðandi kyn og aldur og menntun og fleira og þessi hlutir virðast að koma bara nokkuð vel út. Þannig við teljum að gögnin endurspegli þýðið nokkuð vel, eða endurspegli íslensku þjóðina nokkuð vel. Nú, ef ég byrja þá aðeins á að draga upp pínlítið svona breiða mynd, svona hugmyndalega mynd, þá getum við svona í mjög grófum dráttum sagt að í lýðræðis þjóðfélögum þá séu svona tvö grundvallar sjónarhorn eða þemu sem togist svolítið á varðandi viðhorf okkar til ójöfnuðar, togist svolítið á varðandi hugmyndir okkar til ójöfnuðar. Og í fyrsta lagi er þessi hugmyndur að ójöfnuður sé góður eða gagnlegur fyrir samfélagið vegna þess að í vestrænu lýðræðisríki þá höfum við tiltölulega opin tækifæri, við höfum svona verðleikaræði og þeir sem eru þá duglegir hafa séns og komast upp þjóðfélagsstigann og ef að það gerist þá eru framfærir í þjóðfélaginu vegna þeir duglegustu, þeir færustu, þeir fara upp þjóðfélagsstigann og gera gagn fyrir okkur öll þegar það er mikilvægu störf. Og ójöfnuður í þessu samhengi, ef það er svona, ef að tækifærin eru jöfn og ef allir hafa séns, þá er þetta ójöfnuður ákveðið verðlaunakerfi, það er að segja að fólk er verðlauna fyrir að vera duglegt og fyrir að vera klárt og þetta er mjög búið til skilvirkni í þjóðfélagi. Þetta er eitt sjónarhorn. Og þetta sjónarhorn segir að ójöfnuður sé góður og muni leiða til framfara. Hitt sjónarhornið tengist meira uppgangi velferðarríkisins og jafnaðarhyggju og gengur svona mjög grófum dráttum út á það að tækifærin séu kannski ekki svona jöfn og við þjóðfélagi þurfum að koma í fyrsta lagi jafnatækifærin og svo líka síðan þannig að það séu félagsleg réttindi þegnanna í samfélaginu að hafa ákveðin lágmarks lífskjör. Að lífskjör sumra hópi samfélaginu með ekki fara langt undir því sem við teljum eðlilegt í samfélaginu. Þetta er hitt sjónarhorn. Og samkvæmt þessu sjónarhorni þá er ójöfnuður mikill ójöfnuður slæmur og grefur undan félagslegum réttindum og grefur undan félagslegum hreyfanleika og opnum tækifæri. Og það sem við erum svolítið að reyna að gera í þessari könnun er að velta því fyrir okkur hvernig þessi togstreita á milli þessara tveggja hugmynda endurspeglast í viðhorfum almennings til ójöfnuðar og tækifæri í samfélaginu. Þannig við spyrjum hversu mikinn ójöfnuð vilja Íslendingar, telja Íslendingar ójöfnuð vera mikinn og hvað með þessi tækifæri, telja Íslendingar að tækifæri séu opin og jöfn, telja Íslendingar að það sé verðleikaræði í samfélaginu. Og það sem við gerum, og ég finnst þetta mjög mikilvægt þegar ég fer yfir gögnin, að fara svolítið vel yfir það hvernig við mælum. Vegna þess að ef við áttum okkur á því hvernig við mælum, þá erum miklu betri í stakk búin til þess að velta því fyrir okkur hvað þessar niðurstöður raun og verið þýða. Þannig að ég ætla aðeins að fara í gegnum lykilmælinguna í þessari könnun og lykilmælingin er tvískipt. Það er annars vegar huglagt mat svarenda á því hver laun 5 starfa, tiltekinna 5 starfa eru í samfélaginu.
og ég þarf að sýna ykkur hérna þessar 5 spurningar sem að fólk fékk í könnuninni, að það er sem sagt svarandi beðið að meta heildarlaun fyrir mánuði, fyrir skattamánuði, heildarlaun 5 tiltekinna starfa, 3 hálaunastarfa og 2 láglaunastarfa. Og þá er svarandi spurning það bil hversu mikla tekjur telur þú að heimilislæknir hafi, forstjóri stórfyrirtæki, starfsmaður í verslun, ófaglegur verkamaður í verksmiðjum og ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Fólk er beðið að giska eftir því sem það best getur á laun þessara 5 starfa. Hinn parturinn af mælingunni er hvað svarandi telur vera æskileg laun fyrir þessi 5 störf. Hvað viltu að þessi 5 störf fá í laun? Það því hversu mikla tekjur telur þú að heimilislæknir ætti að hafa, forstjóri stórfyrirtæki ætti að hafa, starfsmaður í verslun, ófaglegur verkamaður og ráðherra í ríkisstjórn Íslands ættu að hafa. Þannig að við erum að reyna að meta hugmyndir svarenda annars vegar hver launamunurinn er og hins vegar hver launamunurinn ætti að vera, samkvæmt þeirra eigin ámyndum. Og hvernig vinnum við þessu spurningum? Já, einfaldasta myndin sem ég dreif upp er þessi hérna. Og á þessu ás hérna á myndinni, að þar erum við að horfa á krónutölur, heildarlaunamánuði í krónum. Og þetta eru þá meðaltöl, og við byrjum á svörtu súlunum á þessari mynd, að þá eru þetta krónutölur sem svarendur setja á þessi störf af meðaltali. Hvað heldur að forstjóri fái í laun? Já, meðalsvarið er 1,7 milljónir á mánuði. Hvað heldur að ráðherra í ríkisstjórn fái í laun? Meðalsvarið er rétt rúmlega 1 milljón á mánuði. Hvað heldur að ófaglegur verkamaður fái í laun? Meðalsvarið er 221. Þetta er það sem að fólk heldur. Síðan eru gráu súlurnar, launatölur sem eru sem sagt byggja á því hvað svarendur vilja að þessi störf fái í laun. Og ef við horfum á þær tölur, þá sjáum við að forstjórinn í stórfyrirtæki á samkvæmt áliti svarenda meðaltali að fá 960.000 á mánuði, en ófaglegur verkamaður á að fá 303.000 á mánuði. Og niðurstaðan af þessari mynd er þá einfaldlega þessi að fólk vill lækka hálaunastörfin og hækka láglaunastörfin, og niðurstaðan er þá svo að fólk vill, þessi niðurstaða sýnir okkur að fólk vill minni ójöfnuð heldur en það telur að sé til staðar í samfélaginu. Og ef við berum saman forstjórann og ófaglega verkamaninn, að þá heldur fólk að munurinn sé 8 sinnum, að forstjórinn fá 8 sinnum hærri laun heldur en verkamaðurinn, en það vill að meðaltali að forstjórinn fái 3 sinnum hærri laun heldur en verkamaðurinn. Þetta er svona í bottom line niðurstaðan af þessum litla samanskapti. En svo höndið hans áfram og greinir gögnin pínlítið öðruvísi, og þessi mynd pínlítið flókin, eins og aðeins að fá að útskýra hvað við erum að gera hérna, svo endanum ætti þetta nú að vera frekar skýr. En það sem við gerum hérna, það sem við erum að horfa hérna, er huglagt mat svarenda á æskilegum launum háttsettra starfa, það er að segja læknis, ráðherra og forstjóra, í samanburði við æskilegu laun lágsettra starfa. Og það sem við gerum, við búum til svona brot, og fyrir ofan brot, þá setjum við hvað vill fólk að hálaunastörfi fá í laun, og fyrir neðan brot þar setjum við hvað vill fólk að láglaunastörfi fá í laun, og þá fáum við hlutfall. Og ef við horfum á þessa hérna súlu hérna, og hérna stendur hvað ættu hálaunastörfi að hafa í laun í samanburði við láglaunastörfi. Og hérna stendur ættu að fá 2 sinnum hærri laun. Þannig að þessi hérna súla sýnir að 43% svarenda vilja að háttsettu störfin sé að fá 2 sinnum hærri laun heldur en lágsettu störfin. Og 32% svarenda, hérna stendur 3 sinnum, vilja að háttsettu störfin fá 3 sinnum hærri laun heldur en lágsettu störfin. Þannig að þessi niðurstaða þá segir okkur svona almennt séð að ef við horfum á þessu mynd, þá sjáum við sem sagt mjög mikla samstöðu það hver launamunurinn ætti að vera, ef við lesum myndina svoleiðis. 75% svarenda vilja að launamunurinn sé milli 2 og 3 sinnum. Að háttsettu störfin fái cirka 2 til 3 sinnum hærri laun heldur en lágsettu störfin. Og það sem mér finnst merkilegt þegar ég gerði þessa mynd
hvað það er ótrúlega mikil samstaða. Það eru margir einmitt sem að segja 2 til 3 sinnum. Það eru tiltölulega fáir sem að vilja launamunurinn sé meiri heldur en það, því meiri en 3 sinnum. Við sjáum að það er 12% sem segja að það vera 4 sinnum og svo eru mjög fáir hérna fyrir ofan það. Þannig að meiri hluti almennings vill ekki meiri launamun heldur en 3 sinnum. En það er líka mjög mikilvægt að horfa á þessar hérna 2 súlur. Þetta eru þeir sem að vilja þessi engin launamunur og þetta er þeir sem að vilja að launamunur sé að hásvettustörfin fá 50% meira. Það eru mjög fáir sem eru hérna. Fólk vill launamun, fólk samþykkir tekjumun en aðeins upp á ákveðnu marki. Það er tiltölulega mikil samstaða það hver þessi mörk að þessari myndamörk. Það er mín niðurstaða. Þannig að almenningur vill launamun en hann vill skýr takmörk á því hver mikill launamunurinn er. Síðan ef við horfum á algjörlega sambærilega mynd fyrir huglagt mat svarenda á launum háttsettra starfa í samanburði við laun lágsettra starfa. Þetta er það sem að fólk heldur að sé í gangi. Áður vorum við að sjá æskileg laun, nú vorum við að sjá hvað fólk heldur að sé í gangi. Og hérna á þessari mynd, þar sjáum við að 77% svarenda eru hérna megin á grafinu, sem 77% svarenda telja launamunin vera meiri heldur en 3 sinnum. Við vorum að sjá áður að mjög fáir vilja hans í meiri en 3 sinnum, en 80% halda hans í meiri en 3 sinnum. Þannig að 80% svarenda finnst launamunin vera of mikil. 80% svarenda finnst launamunin vera of mikil. Og ef við förum út í þá æfingu að velta fyrir okkur raunverulegum launamun í samfélaginu, að þá er þetta miklu, hafa þessi 80% rétt fyrir sig. Launamunin er mjög meira heldur en 3 sinnum, eins og við kannski öll vitum. En sem sagt, já, síðan ef að ég fæ aðeins halda áfram þá fórum við líka aðeins smá greiningu á því hverjir það eru sem að vilja mikið tekjuójöfnuð. Hvaða hópar í samfélaginu, það er samstaða þetta, flestir vilja hafa tekjuójöfnuðinn 2 til 3 sinnum, en sumir vilja meira og sumir vilja aðeins minna. Hvað spáir fyrir þetta? Hvaða þjóðfélagshópar vilja meiri tekjuójöfnuð? Vilja hafa háttsettustörfin með hærri tekjur heldur en lágsettustörfin? Þegar það eru karlar, þeir vilja meiri í launamun. Það eru tekjuhærri, þeir vilja meiri launamun, sem kemur sérstaklega óvart. Háskólamyndaðir vilja meiri launamun og þannig að með öðrum orðum það eru betur settir hóparnir í samfélaginu sem vilja meiri launamun heldur en lægri settir hóparnir í samfélaginu. Síðan kemur þetta eitt mjög athyglisvert í ljós hérna að það er það að þeir sem að halda að launamunurinn sé mikill, þeir vilja hafa mikil launamun. Það er að segja, því meiri launamun sem þú telur að sé í samfélaginu, því meiri launamun viltu hafa. Og þetta gæti hugsanlega, og ég held þetta endurspegli þá einföldu staðinn, að við höfum rosalega sterka eða ríka tilhneigingu til að taka samfélaginu sem gefnu. Við viljum hafa samfélaginu eins og það er, svo lítið. Og ef við upplifum mikið launamun, þá höldum við að eigi að vera mikið launamun. Það er alltaf mitt mat á þessu sambandi, sem er mjög sterkt bæði þessu. Bara til að gefa ykkur smá hugmyndum hversu sterkt þessi sambönd eru, þá reikna ég líkindin á því að vilja meiri heldur en 2 sinnum, meiri launamun. Og ef þú ert lágtekjumaður með skyldunám, þá eru 52% líkur að þú vilji hafa launamunin meiri en 2 sinnum. Ef þú ert hátekjumaður með háskólapróf, þá eru 84% líkur að þú vilji meiri launamun heldur en 2 sinnum. En við sjáum svolítið svart og hvítu að samböndin eru sterk. Tekjur og menntun hafa töluvert mikil áhrif á það hversu mikil launamun þú tæmir saman. Og ef ég tek þetta saman, almenningur á Íslandi styður tekjuójöfnuð en aðeins upp á ákveðnu marki. Þorri almennings telur að tekjuójöfnuð á Íslandi sé mun meiri en æskilegt væri og þeir sem eru betur staddir í þjóðfélaginu vilja meiri launamun. Tekjuháir, menntaðir og karlar. Það sem við gerum þá líka, og við sagðum á það, er að við reynum að varpa einhverju mati á það hvort að almenningur reyna að varpa mati á hugmyndir almennings tækifærin í samfélaginu, verðleikaræðið, opnu tækifærin og allt þetta. Og það sem við gerðum er að við spyrjum svarendur, ég veit ekki hvort þið sjáu textan sem er yfir súlunum, en þarna stendur
hvaða atriði eru mikilvæg til að komast lengra en aðrir í samfélagi. Hvaða atriði eru mikilvæg